Það næst komið að áhugaverðum erindum frá fyrirtækjum sem að fást við spennandi verkefni í orkutengdri starfsemi og síðan hérna eftir þá ætlum við að vera með panel umræður þar sem við getum farið aðeins yfir þetta málefni. Líka með þessum erindum þá verður líka kynning frá Íslandsbanka fjármögnun innviða en ég ætla að renna einna hratt yfir næstu erindi. Fyrstur kemur Magnús Ásbjörnsson, forstjóri og einn stofnanda Reykjavík Geothermal. Næstur að nafni hans Magnús Þór Ásmundsson sem forstjóri Rarik. Íris Baldursdóttir tekur síðan við stofnandi og framkvæmdastjóri Snerpu Power en það er gaman að segja frá því að Snerpa Power fékk á dögunum nýsköpunarverðlaun Samorku og verðlaun fyrir umhverfisframtak ársins á umhverfisdegi atvinnulífsins. Og síðan kemur hann Sölvi Sturluson hérna upp frá Íslandsbanka en hann fer fyrir innviða teyminu hjá Íslandsbanka og að endingu það Anna Bryndís Singsheim Rúnudóttir en hún er verkefnastjóri vindorku hjá Care Iceland. Ég ætla að biðja Magnús að koma hér upp á svið og við skulum fá fyrsta erindið. Gjörðu svo vel. Góðan dag. Þetta er erindi. Ég er ekkert voðalega góður að tala stutt en ég ætla að reyna að gera það. Ég ætla aðeins að reyna að fókusera á það sem við eigum að vera að tala sem er hvað liggja tækifærin. Og erinda útgáfan af því náttúrulega tækifærin liggi í okkur, fjárfesti í okkur, en ég ætla að reyna að fara aðeins fram hjá því og reyna að fara örlítið á dýptina á þessum 8 mínútum sem ég hef, ef ég get. Þá erum við að vera fljótur. Þetta er CV-ið okkar. Það er ekkert voðalega margir á Íslandi sem þekkja Reykjavík Geothermal, sjálfsagt aðeins fleiri hérna inni. Það er með vilja gert. Umræðan í samfélaginu orkumál á Íslandi síðustu 15 ár frá því við vorum stofnuð hefur ekkert endilega verið voðalega jákvæð. Og við vorum aðalega fókuserið út til löndum, þannig að við fórum bara haldið undir radarinn. Fyrirtækið er stofnað af fyrrverandi forstjóra og hans jarðhitateymi úr orkuveitunni. Þannig að okkar reynsla kemur úr Hellisheiði og Nesjavöllum á Íslandi. Síðan fluttum við inn á okkar fyrstu skrifstofu 1. október 2008, skemmtileg tímasetning. Þar með fórum við út og hægðum aðeins á svona þróunar pælingum svona fyrstu árin. Fórum meðal annars í það að bora fyrstu jarðhitaholur Miðausturlanda. Það er stórmerkilegt verkefni þar sem er núna búið að setja í gang fyrstu jarðhitakuldaveitu heimsins. Þeir nota helmingina sinni orku í að kæla, alveg svo við notum helmingina okkar orku í að hita og þarna er verið að nota varmaorku beint í það að kæla heilu hverfin með þessu verkefni. Þegar að evrópskir fagfjárfestar fóru til Bandaríkjanna og keyptu þriðju stærstu jarðhitaorkuver Bandaríkjanna, þá vorum við þeirra ráðgjafar í því og höfðum tækifæri til að fjárfesta þar með, en þá höfðum við ekki fagfjárfesta fjármagnið með okkur í það, þannig að við mistum því tækifæri því miður. Síðan tókum við 10 ár í það að þróa 2 risavaxin verkefni í Afríku, í Eþíópíu. Það er 120 milljón manna land, fyrrverandi kommunista land og núverandi sósíalista land. Þarna hafði aldrei verið gerð innviða fjárfesting í einkageiranum eða innviða fjárfesting. Þannig að það var ansi margt sem þurfti að gera, þurfti að setja lög, þurfti að fá samfélagi með sér, það þurfti að breyta hugafæri og gera rosalega mikið og það tók líka 10 ár. Síðan lentum við hins vegar í því og til að gefa ykkur hugmynd skala, þetta eru 250 megawatt verkefni, Orkuveitan er með 120 megawatt af rafmagni í gangi í jarðhita og HS Orka er með einhver tæp 200. Síðan gerist það að það kemur borgarastyrjöld í Eþíópíu sem er ekkert sérstaklega gott fyrir stóriðnaðarverkefni, þannig að við urðum því miður að setja þau svolítið á ís. Það síðan var til þess að við sem að trúum á verkefnið fórum í það að við keyptum út fyrirtækið af okkar amerísku stóru fjárfestum, skildum Afríkuverkefnin frá og höfum síðan verið að fókusera á önnur mál. Á þessum 17 árum sem við erum búin að vera til, við erum búin að vinna í 50 þjóðlöndum rúmlega og
en núna hins vegar svona öldin svolítið önnur og við erum svolítið að í fasa 2 í okkar fyrirtæki og erum svolítið að reka fyrirtæki eins og við vildum gera og fókusera aðeins aðra hluti. Þá kemur að okkar stærsta verkefni sem bara hérna á Íslandi. Árið 2017 þá byrjuðum við að þróa þetta verkefni sem heitir Bolaalda. Bolaalda sem sagt upphaflega rannsóknarleyfið þarna hjá okkur. Þetta rétt við hliðina á Orkuveitunni og niður eftir Þrengslavveginum á hægri hönd. Við erum þarna inn á milli HS Orku og Orkuveitunar. Þarna byrjuðum við að þróa verkefnið 2017, förum inn í rammaáætlun 2018. Það var kannski svolítið klikkuð hugmynd á sínum tíma að fara til Eþíópíu og enda tók það áratug að koma okkur í gegnum kerfið þar. Það að taka áratug að koma okkur í gegnum kerfið hér áður en við getum farið af stað hérna líka. Þannig að það bara svipað mál og auðvitað svolítið erfitt. Við erum búin að koma þessu verkefni í nýtingaflokk hjá verkefnastjórn rammaáætlunar og við erum að vonast þess að fara nú í gegnum þingi núna í vetur. Þetta 100 megawatt, 133 megawatt í hita. Tveir hlutir að minnast á þar, aftur það að HS Orka er með 175 megawatt í gangi, svoleiðis, en eigum eftir að stækka. Og Orkuveitan 420 þarna á móti, en síðan líka hitt að þessi 100 megawatt, þetta fyrsta stærð. Þegar við horfum á önnur stór jarðhitaverkefni á Íslandi, sem Reykjanes, Svartsengi, Þeistareykir, Krafla, það verið að stækka þetta allt saman og nú er búið að breyta lögunum frá 2022 þannig að það þarf ekki lengur að fara aftur í gegnum rammaáætlun til þess að stækka verkefni á sama stað. Þannig að tækifærin eru stór, þetta fjárfesting upp á kannski 60 milljarða íslenskra króna eða 450 milljónir dollara í þessum fyrsta fasa og við reiknum með því að það haldi áfram. Svo fórum við að elta vísindin og í þessu upphaflega rannsóknarleyfi sem við erum með þá kemur bara í ljós að langmesti jarðhitinn þarna syðst. Þannig að við fórum að rannsaka sunnar og alltaf var okkur beint í suður og vestur þannig að við erum komið núna með 2 önnur rannsóknarleyfi, búin að fjárfesta fyrir nokkur hundruð milljónir í því að rannsaka þessi svæði, gera umhverfismat og svo framvegis og erum að vonast þess að vera í stöðu til þess að bora okkar fyrstu rannsóknarholur bara núna næsta ári ef það hægt að fá bor og en síðan að þegar nú aðeins minnst á mögulega framleiðslugetu Íslands í jarðhita. Hér erum við með vel norðan við 100 ferkílómetra af jarðhita resource út frá því sem við sjáum frá yfirborði. Það er aldrei vitað fyrir búið að bora. En fræðin eru nokkuð sammála um það að á svona jarðhitasvæðum framleiðslugetan kannski einhvers staðar á milli 10 og 15 megawatt á ferkílómetri. Þannig að fólkið hérna er gott að reikna, þannig ég ætla bara að skilja það eftir. Annað verkefni sem við erum í á Kanaríeyjum. Þar erum við með fyrstu jarðhitaverkefni Spánar í þróun. Við tókum þátt í opinberum útboðum þar og unnum þau annars vegar til þess að ná 3 jarðhitaleyfum á Tenerife og 1 á La Palma og hins vegar fyrir Evrópustyrki til jarðhitaþróunar upp á alltaf 58 milljónum evra fyrir þessi 4 verkefni. Okkar partnerar þarna eru stærsta fyrirtæki Kanaríeyja sem DISA ásamt með Cabildo de Tenerife sem eyjastjórn Tenerife. Þetta sem sagt PPP fyrirtæki á Tenerife. Á La Palma erum við með verkefnin bara sjálf. Þarna alltaf flegi ferð og við erum að fara að bora bara núna strax eftir áramótin. Við reiknum bara með því að það verði í fyrri hluta janúar. Þetta stórmerkilegur markaður. Bara Tenerife er 2% landsvæði Íslands, milljón manna samfélag og þarna 85% af orkunotkun innflutt olía og bara í generatorum. Þannig að þegar við
förum á Tenerife Sur og leiðum okkur Tesla og stingum henni í samband sko, þá koma elektrónunar af netinu en eru setta þar inn með olíugenerátorum. Þeir hafa ekki pláss fyrir vindorku, þeir hafa ekki pláss fyrir sólarorku lengur. Við erum búin að taka rosalega stór landsvæði í þetta hvort tveggja og bara þeir alvöru hafa ekki pláss. Þannig 1 milljón manns og 6 milljón túristar á 2% landsvæði Íslands. Þannig að eini möguleikinn sem þeir hafa til að ná sér í grunnafl jarðhiti. Þarna náttúrulega verið að taka miklu meiri áhættu af því litinu til að það hefur aldrei verið borað áður á Teni. Hins vegar þá þarna allt öðru sem markaður, þarna til dæmis framleiðslukostnaðurinn á raforku í dag í kringum 30 cent á kílóvattstund, 30 eurocent á kílóvattstund og móti kannski 5 sem er kostnaðurinn hér eða minna kostnaðurinn og orkuverðið kannski 5-7 hér. Þannig að þó við fáum ekki nema 1/4 út úr hverju hólu á við það sem við værum að leita eftir hérna á Íslandi, þá þetta hörku business. Þriðja verkefni sem ég ætla að minnast á, ég minnst á það að við settum í gang fyrstu jarðhitakuldaveitu hérna heimsins og boruðum fyrstu jarðhitahólur á Miðausturlöndum. Við höfum síðan verið að ráðgjafar bæði Abu Dhabi og Saudi Arabi og oljufélögum beggja landa í jarðhitamálum, höfum hjálpað að bora fleiri hólur og nú eru komin 2 jarðhitaverkefni í gangi í viðbót sem við höfum verið að koma að. Þarna erum við síðan búin að stofna fyrsta jarðhitafyrirtæki svæðisins og þarna alveg gífurleg vaxtartækifæri en auðvitað styttra á við komið þannig að við sjáum til hvar við endum. Nú ætla ég hins vegar að reyna að komast að því sem ég tel vera tækifærið svona fyrir fólki sem hérna inni. Við byrjum að horfa á þetta, eitthvað skólast til hérna, glærunni, Hér eru 10 stærstu jarðhitafyrirtæki heims. Hvað var þar uppsett megavatt í rafmagni. Af þessum 10, og hérna Orkuveitan númer 9 held ég að sé á listanum með sem 420 megavatt. Það ég vilt á þessari glæru sem stór merkilegt, finnst mér. Fyrsta lagi það að þetta eru pínlítil fyrirtæki. Það stærsta einhver 1200 megavatt sem heitir Shea og Philipsey. Til samanburðar þá Enel þarna á glærunni líka með einhver jarðhitaverkefni sem þeir aðalega fengu í arf á Ítalíu sem einhver 700-800 megavatt en þeir eru hins vegar með 63 gigawatt í vindorku og sólarorku í gangi annars staðar. Þannig að þetta bara svona aukabúkurinn hjá þeim. Hitt sem merkilegt í þessu að af þessum 10 fyrirtækjum eru 8 sem eru bara veitur í sínu heimalandi og hafa ekkert umboð og ekkert tækifæri til þess að þróa utan síns heimamarkaðar. Og ég horfa á þessa glæru og þetta eiginlega uppáhaldsglæra minn og ég sé bara gigantist tækifæri. Það þarf einhver að taka þetta. Við erum svolítið búin að missa, við erum búin að sóa áratug hérna í Íslandi í þessum geira og við erum að missa rosalega mikið af okkar þekkingu sem hefur þróað mest af okkar verkefnum á eftirlaun. Stórt vandamál í mínu fyrirtæki en nýja kynslóðin verður að pikka upp þessa þekkingu en þess að mikið af þeim hefur ekki komið nálægt þróun verkefni sem bara stór hættulegt fyrir þennan geira á Íslandi. Ef ég hef aðeins tíma þá ætla ég örlítið að fara út í þetta. Það var aðeins minnst á þetta hérna áðan, Kasper vinur okkar fór aðeins ofan í það, hvar viltu vera? Við höfum hingað til verið að setja þessi verkefni í gang. Við höfum gert það á Íslandi, við höfum gert það út allan heim. Við höfum startað verkefnunum og við höfum fjármagnaði sjálf svona alveg í byrjun og þangað til við förum yfir í þróunarfasann. En síðan alltaf þegar við komum að borunum og rannsóknarborunum þá höfum við þurft að fá með okkur svona appelsínugulan kall með stóran binningapoka sem hefur tekið sem hefur bara borgað brúsann frá þeim tímapunkti. Og þetta eru stofnanafjárfestar. Við höfum aldrei átt í neinum vandræðum með nokkur okkar verkefna, ekki einu sinni í stöðum eins og Eþíópíu, að fá með okkur stofnanafjárfesta til þess að fara út í þessi verkefni með okkur. Og ástæðan svo að það bara miklu meira af peningum að eltast græn verkefni út í heimi heldur en að eru hágæða græn fjárfestingaverkefni. Þannig að þetta bara
mjög einföld jafna og hefur verið hingað til. Síðan eftir því sem komum lengra því minni verður ávöxtunin. Ávöxtunina tölurnar sem voru minnst sem að var minnst á áðan eru náttúrulega mun lægri og það er bara innviða fjárfestingartölur sem er verið að tala um þar. Hér eru við í hærri áhættu pakka sérstaklega framar í þróunarferlum. Þannig að spurningin er hvar fólk vill koma inn. Og svo kemur að því hvar liggja tækifærin. Og hér er gömul glæra sem ég stal frá Íslandsbanka og sem hún var virkilega vel gerð og ég meiri segja að setja hann upp á nýtt format. en þarna eru tvær línur. Það er sem eru annars vegar huglægar líkur á því að jarðhitaverkefni takist og hins vegar raunverulega líkur á því að jarðhitaverkefni takist. Og þarna er verið að reikna huglægu líkurnar út frá fjármagnskostnaðinum á hverju stigi. Alþjóðlegir fjárfestar skilja ekki jarðhita. Alþjóðlegir fjárfestar hafa rosalega miklar áhyggjur af því að það finnir maður bori og svo bara eyðir maður peningunum og það gerist ekkert. Og vissulega er það alveg möguleiki og það er alltaf áhætta. Þess vegna er gott að vera með mörg verkefni í gangi í einu, ekki bara eitt, ekki vera með öll eggin í sömu körfu. En hitt, myndist líka á hagfræðina í dag, ef maður lærir eitthvað í hagfræði þá er annað. Þegar það er mismunur á raunverulegum líkum og huglægum líkum, þegar er information asymmetry, eins og við kalla það á markaðnum, þá er líka fjárfestingartækifæri. Munurinn á þessum tveimur línum er gigantískt fjárfestingartækifæri fyrir íslenska aðila. Við höfum til dæmis fengið $100 milljóna, ég held sé $120 milljónir ekki svoleiðis, í styrki frá út í heiminn til þess að koma okkar jarðhitaverkefnum í gang sem eru boðstyrkir. Við höfum alltaf þurft að byrja á því þegar að fjárfestarnir koma síðan inn með okkur að byrja á því að taka $20 milljónir og gefa þeim það. Eftir að við erum búin að ná í þá inn í verkefni og þá koma þeir að og fá að njóta þess að fá þarna fría peninga. Tækifærið hins vegar er það að fjármagna þetta stig sjálf, nýta okkur það að raunverulega líkur að þetta taki sér miklu meiri heldur en að huglæga líkur eru og fanga þannig þetta markaðstækifæri og þetta gróðatækifæri akkurat að þessu stigi. Þá myndi glæran líta svona út og þá kemur appelsínu guli kallinn ekki inn fyrir miklu seinna. Og þetta er nú allt og sumt sem ég ætlaði að segja. Komið sæl og takk fyrir að bjóða mér. Ég kem frá Rarik. Rarik rekur víðfeðmustu dreifikerfi landsins. Ef við myndum leggja það út í eina línu þá væri það 11.000 km langt og myndi ná héðan og til Singapúr. Við erum mest í dreifbýli landsins eða út allt dreifbýlið fyrir utan Vestfirði. En kannski aðeins til þess að við séum á sömu blaðsíðu í orkugerðinni gerum greinarmun á flutningi og dreifingu þar sem að flutningsfyrirtæki Landsnet sér flutningskerfið, það má líka því við hringveg númer 1 í vegakerfinu en síðan taka dreifiveiturnar við og reka þjóðvegina ef svo má segja. Örstutt sjálfa mig, ég er búinn að vera hjá Rarik núna á 4. ár og var áður í stjórn Landsnets, ég var hjá Alcoa Fjarðaáli og satt þar í stóli stærsta raforkukaupanda landsins, þannig að ég hef svona verið þeim megin við borðið líka. Og hér er búið að stilla upp rafmagnsverkfræðingi til þess að tala fjármögnun og við skulum sjá hvernig það fer. Þetta er ekki ósvipuð mynd og svo sem að Jón Bjarki sýndi hérna áðan, hvernig
velmegun eykst með rafvæðingu eða prosperity. Margt sýnt fram á þetta og ég held að ég hef tekið þessa mynd úr þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna. En þetta á líka við samfélag og byggðarlög á Íslandi, tækifærum fjölgar og verðmætasköpun og velmegun eykst með rafvæðingu. Og rafvæðing verður ekki nema með fjárfestingu í raforku innviðum og tilhengandi tækni. Og þar eru mikil tækifæri svo sannarlega. Við getum snúið jöfnunni aðeins við og spurt hvað kostar að fjárfesta ekki í raforku innviðum. Það er alveg ljóst að tækifæri til verðmætasköpunar glatast og atvinnuþróun og uppbygging verður ekki á þeim stöðum þar sem að innviðina vantar. Það er líka mikilvægt þáttur að það er svona varnarleysi gagnvart áföllum, gagnvart bæði truflunum og áföllum. Við getum sagt svona hefðbundnar truflanir í dreifikerfi eru veðurálag og áflug. Við erum að vinna gegn því með ýmsum leiðum en svo það líka svona þessi stóru áföll eins og við þekkjum vel á Reykjanesinu núna undanfarin misseri þar sem að hefur reynt verulega á orku innviðina en að þessu leitinu til til dæmis mikilvægt að við séum að byggja upp þessi svokölluðu svona N-1 kerfi þar sem við erum með hringtengingar eða tvöfalda tengingu til allar staða og tryggjum þannig raforku öryggi. Rarik rekur líka 4 hitaveitur, þarna er mynd úr Háfelli eða hitaveitunni við Höfn. Við erum í miklum fjárfestingar fasa vegna endurnýjunar á okkar kerfum og vegna orkuskipta. Við endurnýjum stofnkerfi til þess að þau anni meira álagi. Það er krafa þrífösun, það er aukin afhendingargæði og afhendingaröryggi. Við áætlum að fjárfesta fyrir 50 milljarða á næstu 5 árum til 2030, svona 10 milljarða á ári. Þetta er ekki bara fjárfestingar í strengjum og línum og spennum, þetta er líka fjárfesting í nýrri tækni og nýrri þekkingu sem að fylgir með og hér eru einhvern veginn allt á gríðarlegri hreyfingu í orkugeiranum. Við erum að fara að nýta okkur gervigreind og svona snjalltækni og fleira í þeim dúr og það er stór fjárfesting líka. Myndin sem ég sýni hérna, súluritið, það sýnir það að við erum að ná árangri í því að lækka OPEX eða rekstrakostnað fyrirtækisins per dreifiða gigawattstund. Það eru gráu súlurnar sem fara lækkandi, en bláu súlurnar sýna fjárfestingar eða capex per dreifiða gigawattstund og hækkunin þar ber merki framþungar fjárfestingar. Þær eru sem sagt skila arði til lengri tíma en ekki í upphafi eða skila ávinningi til lengri tíma en ekki strax þegar gigawattstundnar þær skila sér ekki, þar með skila tekjurnar sér ekki í byrjun. Þannig að þetta er svona okkar veruleiki í dag. Við erum í mjög framþungum fjárfestingum sem við væntum á orkuskiptin grípi og var sýnt hérna til dæmis þegar Jón Bjarki fór yfir orkuspá Orkustofnunar. Hvar stendur hnífurinn í kúnni eða hvað er vandamálið? Rarik er mjög vel fjármagna fyrirtæki, við erum með gríðarlega hátt eiginfjárhlutfall yfir 60% en eignir okkar eru ekki liquid, þær sem sagt eignir samstæðanar eru 100 milljarðar króna en þær nýtast engum öðrum heldur en okkar, þannig að við losum þær ekki. Sérleyfisfyrirtæki eins og við sem á starfræðan tekjumarka að fjárfestingar og eignastofn hefur beint áhrif á tekjumörk og þar með á gjaldskrár og við veltum því fyrir okkur hvort að hægt sé að jafna álag á viðskiptavini sem sagt að koma svona út úr þessu umhverfi eða vandamáli framþungra fjárfestinga með því að jafna álagið eða kostnaðarskiptingu þannig að þáttaka viðskiptavinir verði sanngjarnari yfir lengri tíma. Við getum í raun og veru sagt að viðskiptavinir dagsins í dag eru að fjármagna tækifæri framtíðarinnar.
en með aðkomu eða aðstoð fjárfesta þá væri hægt að jafna þetta álag betur. Við getum sagt að mikla fjárfestingar, þær skapa auðvitað þrýsting á gjaldskrár eins og ég er búin að nefna, þær hafa áhrif á tekjumörkin og við getum líka sagt að þær séu þannig verðbólgu hvetjandi og það er eftirsóknarvert að komast út úr því umhverfi. Eitt sem ég langar að nefna í þessu sambandi líka, það er það að það er í dag svona, má segja kannski nokkuð ójöfn skipting eða dreifing kostnaðar þar sem að veruleikinni kannski sá að viðskiptavinir Rarik eru að fjármagna dreifikerfi á dreifbýlinu sem að allir Íslendingar nota í ferðaþjónustu, í þungaflutningum og svo framvegis og þarna þarf að huga líka að því hvernig við fjármagnum orkuskiptin á landsbyggðinni. Hvar stendur hnífurinn í kúnni? Já, ég fyrirgefi, ég var komin út úr því. Ég er í svo mörgum tölvum hérna, ég er alveg orðinn ruglaður. Er þetta hvalreki fyrir fjárfesta? Hér sjáum við verkefnisstjóra í fjárfestingaráætlun hjá Rarik, Finn Freyst á ferðum Norðausturland, þar sem að þau fundu hvalreka. En hver eru þessi tækifæri? Orkuskiptin þau eru að auka notkun raforku og orkuspá sýnir fram á það. Arðsemi eykst með fleiri tækifærum og aukin notkun, semst arðsemi dreifiveitu fyrirtækisins og orku fyrirtækjana almennt. Við fjölgun tækifærum, ég get sagt líka að fyrirsjáanleiki framkvæmda í raforkugeiranum er nokkuð góður, þannig að áhættan er hófleg eða óvissan er hófleg. Fjárfestingar í raforku innviðum þjóna sjálfbærnimarkmiðum og það er þjóðhagsleg hagkvæmni, rafvæðingu og orkuöryggi, auk þess sem að íslenska ríkið þarf að standa við skuldbindingar loftslagsmarkmið. Mjög mikilvægur punktur líka í þessu er það að öflugir innviðir þeir bæta arðsemi annarra fjárfestinga eða annarra fyrirtækja sem að til dæmis fagfjárfestar eins og lífeyrissjóðirnir hafa komið að eða eiga hlutdeild í. Hérna getum við verið að tala til dæmis sjávarútvegsfyrirtækin á Íslandi. Og við getum alveg velt fyrir okkur hlutverki fjárfesta svona almennt eins og lífeyrissjóða, vissulega að ávaxta sitt pund en bera líka mjög mikla ábyrgð og eru hreyfiafl í samfélaginu. Minn lífeyrissjóður kaus að endurfjármagna flugfélag en ég held að það séu til betri tækifæri. Sko, þetta er ekki sér íslenskt vandamál eða vangavelta. Það er svona sami söngur í Evrópu almennt og maður les svona fyrirsagnir eins og How to Bridge the Investment Gap for DSOs. Til 2040 er áætlað að fjárfestingarþörf í dreifikerfum í Evrópu sé 730 milljarðar, fjárfestingarþörf í flutningskerfum 480 milljarðar. Semst mikil þörf á báðum þessum vígstöðum og það eru til vel þekktar leiðir. Má nefna svona PPP eða Public Private Partnership þar sem að innviðasjóður byggja upp en dreifiveita getur keypt þjónustuna eða rekið kerfið. Og það má segja sko að fjárfestingarsjóður lífeyrissjóða í Evrópu eru að auka mjög svo vægi innviða og horfa á stöðu að svona langtíma raunávöxtum. Það eru mjög vel þekkt dæmi í Þýskalandi, Hollandi og Danmörku eins og Kasper kom hérna inn á og hérna í Bretlandi mjög ríkulega dæmi nýlegt fjármögnun þýska flutningsfyrirtækisins með 46% eigið fé frá Norges Bank og hollenska lífeyrissjóðnum ABP og svo ásamt lífeyrissjóði. Þetta getur verið að ræða fjármögnun eða eignarhald fyrirtækja í raforkugeiranum eða einstakra verkefna. Síðustu punktarnir mínir að hverjar eru leiðirnar. Sko lagaumhverfið á Íslandi styður einkafjármögnun ekki mjög vel, þannig að þar þarf að svona taka til hendinni.
Já. Sko, form sem ætti að skoða er svona þetta sambland, sem sagt eigið fé frá fagfjárfestum, frá ríki og frá orkufyrirtækinu í afmörku verkefni að mínu mati, og þá ekki fjármögnun að litlu leyti, heldur að stóru leyti. Það má ekki stilla því þannig upp að hætta sig á því að eigið fé rýrni verulega eða glatist. Það hefur nú verið nefnt til sögunar innviðafyrirtæki ríkisins einhvern tímann. Það geti verið svona aðkoma ríkisins. Ég mæli nú með því að menn kannski rýbrandi fyrirtækið og kallið það eitthvað annað. Ég veit ekki hvort að þetta höfði til ungs fólks í háskóla að vinna hjá innviðafyrirtæki ríkisins, en það er svona annað viðfangsefni. Það er mögulegt að stofna félög, þau þurfa mínum að þetta ekki vera skráð. Ég hefði nú ekki áhyggjur af upplýsingagjöf svona verkefni eða fyrirtækja til fagfjárfestanna. En svona almennt langar mig að segja að sko ríkið er eigandi fyrirtækja eins og Rarik og Landsnets og þetta eru systurfélög, og það er bara mjög mikilvægt að þessi félög í ríkiseigu séu að vinna saman að framþróun og séu að skoða þessi tækifæri, það er að segja sérleyfisfélögin, ekki samkeppnisfélögin. Ég kannski leyfi mér að fabúlera, en það mætti alveg velta fyrir sér einhverju öðru formi á uppsetningu, til dæmis flutnings- og dreifingar, þar sem að það þekkjast leiðir í Noregi þar sem að dreifiveitunar reka staðbundin flutningskerfi og svo framvegis. Við þurfum bara að vera opin fyrir öllum leiðum, bæði í fjárfestingum og svona endurskipulagningu kerfan okkar, en tækifærin eru svo sannarlega til staðar. Takk fyrir. Komið sæl, Íris heit ég fagna mjög þessum fundi hérna í dag. Ég er einn tveggja stofnanda Snerpa Power, sem er svona stafrænt innviðafyrirtæki, vil ég segja. Ég hef alla tíð starfað við flutning raforku og meðstofnandi minn hefur starfað iðnaðarmegin. Þannig að við höfum svona unnið við í rauninni alla virðiskeðju raforku frá því að hann er matað inn á net og þar til hún er þá afhent iðnaðarmegin og nýtt í iðnaðarferla. Okkar framtíðarsýn er raforkukerfið þar sem hvert megavatt nýtist að fullu og grænn orkusækin iðnaður verður ofan á í samkeppninni. En iðnaður alþjóðlega stendur fyrir nærri því 40% af allri orkunótkun heimsins. Já, nú eru glærirnar alveg að stríða mér. Nú er sjálfvirknin alveg að fara með mig hérna. En já, iðnaður stendur fyrir nærri 40% af allri orkunótkun í heiminum og fjórðungi af kolefnislosun. Og iðnaður er því hraðberi að fara yfir í endurnýjanlega orkugjafa og það þýðir að þeir umbreytast í orkusækin eða í rauninni power intensive industries. Og þá standaði frammi fyrir fjölmörgum áskorunum. Það eru náttúrulega verulega breytileg raforkuverð á markaði og markaðir sem eru í hraðri þróun og eru býsna flóknir þegar kemur að skammtímamarkuðum. Það eru dreifi- og flutningskerfi sem eru að verða eldri og eru með flöskuhálsum og takmörkunum til þess að sinna þessum notendum. Og svo að lokum erum við að sjá miklu flóknari uppsetningu iðnaðar í dag með mörgum mismunandi eignum sem geta ýmist framleitt eða notað eða geymt raforku og það þarf að stýra þeim saman þannig að þær séu að nýta rafmagnið á sem bestan máta. Og þessar áskorunir eru að standa fyrir þrifum hjá orkusæknum iðnaði og draga úr samkeppnishæfni þeirra og það má segja að þaðan kemur í rauninni hugmynd Snerpa Power að byggja kerfi sem að fullnýtir þá gagnastrauma sem iðnaður hefur aðgang að í dag. Bæði gagnastrauma frá iðnaðnum sjálfum en líka ytri gögn eins og frá raforkumarkaði, geta líka verið hrávöruverð og svo framvegis. Byggja síðan upp líkön, stærðfræðilíkön, gervigreindarlíkön til þess að taka sjálfvirkt ákvarðanatöku sem næst rauntíma og þannig lækka þeirra raforkukostnað. En á sama tíma þá styðja þau aktíft við kolefnishlutlaust orkukerfi.
Nú, við erum með viðskiptavini á nokkrum sviðum í dag. Allt eru þetta einu stærstu orkusæknu iðngeirar í heiminum. Þetta eru eins og álver eða kísilver og síðan er það gagnaversiðnaðurinn og það er þá sérstaklega gervigreindar gagnaver og high performance computing gagnaver, háhraðareikni þjónustur. Og síðan erum við líka að vinna með fyrirtækjum sem eru að þróa stórskala græn vetnisverkefni og græn ammoníaksframleiðslu. Og það eru svona framtíðar notendur á raforkukerfinu. Við höfum á nokkrum árum byggt upp alveg nýja lausn á raforkumarkaði. Við erum komið núna með 15 iðnver sem er að nýta kerfið í sjálfvirkum ham á hverjum tíma. Við höfum aldrei mist viðskiptavin, erum geysilega stolt af því og heildarraforkunotkun okkar notenda er núna yfir 1200 megawatt. Það samsvarar raforkunotkun 2,5 milljóna evrópskra heimila eða 10 teravattstundir á ári sem er verulegt líka í alþjóðlegu samhengi. Og af þessu skapast þó nokkuð virði og við vorum einmitt að fá núna verðlaun sem umhverfissamtök ársins þar sem við geta sýnt fram á að við séum á hverjum tíma að spara raforkukerfinu hér á Íslandi 5-10 megawatt og með tölurnar sem ég var að horfa á áðan hjá AEP þá er það fjárfesting upp á 10-20 milljónir evra ein og sér. Þannig að við höldum bara áfram og erum núna að sækja á Evrópumarkað, sérstaklega gegn Norðurlöndin. Við erum með lítið en öflugt teymi með fólk með heilmikla þekkingu, sérstaklega í þróun hugbúnaðar, tækni og gagnavísinda. Við höfum líka snemma byggt upp ráðgjafaráð til þess að sækja okkur þekkingu í svona markaðsmekanisma, raforkumarkaðsmekanisma, gervigreind og bara uppbyggingu sprotafyrirtækis með stafræna lausn. Og við höfum sótt okkur líka vísisfjármagn og ég kem bara aðeins inn á það núna í lokin. Við fengum fjármagn frá Crowberry Capital hér á Íslandi og Backing Minds í Svíþjóð fyrir 2 árum síðan og það hefur reynst okkur afskaplega vel. Það er mikil þekking sem kemur þar inn á því að byggja upp fyrirtæki hratt. Það eru nokkrar áskoranir sem við standum frammi fyrir. Við erum lausn sem er djúptæknilausn á hugbúnaðarsviði og djúptækni og hugbúnaður fer ekkert alltaf saman þegar maður tala við fjárfesta. Djúptækni fjárfestar eru ofta að leita í hardware-lausnir eða svona efnislausnir. En við höldum því fram að við séum að byggja upp stafrænan innvið. Að stafræn innviður að þau eru líka viðurkenna það sem djúptækni á markaði. Út af því að án stafræna innviða þá getum við ekki nýtt allar eignirnar með sem bestu móti. Okkar viðskiptavinir gera hæstu uppitíma og öryggiskröfur allra á markaði vil ég meina. Og það sem er oft talað með startup er að build fast, fail fast. Það á bara alls ekki við okkur. Við höfum ekkert efni á því í rauninni að feila, að senda eitthvað út til notandans sem virkar síðan ekki. Þannig að það er líka svolítið öðruvísi í okkar tilfelli, en við getum auðvitað fundið aðra leiðir til þess að prófa og testa lausnirnar okkar. Án þess að notandinn verði við það. Það er gríðarlega hröð þróun á markaði og við þurfum að fylgja því vel eftir og það er ekkert boðið að vaxa hægt. Og veikburða fjármögnun getur orðið að neikvæðum spíral. Við erum að sækja í leiðandi fyrirtæki alþjóðlega, þetta eru stór fyrirtæki og við höfum tekið eftir að þau erum komin langt í söluferlinu þá förum við í gegnum svona technical diligence en líka fjárhagslegt diligence. Og þá eru þessi fyrirtæki ekki að fara að velja eitthvað lítið sprotafyrirtæki sem er ekki með fjármagn nema út næsta ár eða næstu 6 mánuði. Þannig að við þurfum að fara í fjármögnun miklu fyrr heldur en dæmigerð software SaaS fyrirtæki gera á markaði í dag. En það eru hins vegar gríðarlega stór tækifæri á þessu markaði.
Ef við horfum á orkustjórnkerfismarkaðinn fyrir iðnað alþjóðlega og síðan líka kerfisþjónustumarkaðinn, það er að segja raforkumarkað, skammtíma raforkumarkað, þá það markaður upp á 170 milljarða evra. Það sem sagt talan sem metin til 2030 og það mikill vöxtur á þessum markaði í dag og það má í rauninni ekkert bíða. Það búið að staðla raforkumarkaði núna nýverið í Evrópu og það sama að gerast í Bandaríkjunum. Þannig að það auðvelt að skala lausnir fyrir þessa markaði. Og síðan vil ég kannski koma inn á bara í lokin þessa einstaka sérstöðu Íslands að byggja upp nýja lausn. Það svo auðvelt að síma fram á árangur á íslenska markaðinum vegna þess að við erum með 100% endurnýjanlegt raforkukerfi. Þetta eigakerfi með margar af þeim óskorunum sem að Evrópa að sjá fram á að standa frammi fyrir eftir kannski 5 ár og sama að ræða í Bandaríkjunum. Og síðan auðvitað núna fáum við inn þessa nýju tækni sem fólkin í gervigreindinni og gagnavísindum og orkuskiptum sem við byggjum þá okkar lausn á. En bara til að ljúka þessu, við erum að stefna á að vera komið með 50 iðnaðarviðskiptavini í Evrópu innan 2 ára og með heildar álag upp á 6 gigavatt það bil sem samsvarar þá 12 milljón heimilum og að 10% af þessari notkun sé að bjóða sveigjanleikann á markað og þannig styðja við raforkukerfið en líka skapa nýjar tekjur fyrir þennan iðnað. Þakka ykkur fyrir. Góðan daginn, Sölvi heiti ég og viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði Íslandsbanka og eins og yfirskriftin hér sýnir þá stendur þarna Innviðabankinn. Ég hef verið svo lukkulegur undanfarin misseri að fá að fara fyrir innviðateymi bankans og svona halda á þessum kyndli. Við ákváðum fyrir svona 18 mánuði síðan cirka bát að við ætluðum okkur að verða innviðabankinn á Íslandi. Þetta auðvitað stór og mikill málaflokkur sem að stuðlar að hagsæld og framþróun þjóðfélagsins, skiptir miklu máli og rímar vel við stefnu bankans að vera hreyfiafl til góðra verka. Við byggjum auðvitað ekki við byggjum á gömlum og góðum grunni en eins og kom fram í erindinu hjá Magnúsi hérna áðan hjá Reykjavík Geothermal að það glitti þarna í gamla Íslandsbanka glæru að við auðvitað byggjum á góðri reynslu í orkumálum frá fyrri fókus bankans hvað þetta varðar. En það sem við höfum verið að gera til þess að reyna að verða þessi innviðabanki að við höfum verið að halda ráðstefnur, taka saman hagaðila í þessum geira, fá erlenda aðila til þess að miðla sinni reynslu, sýna fram á möguleika í einkaframkvæmdum, einkafjármögnun á þessu, ná saman þessum stofnanafjárfestum sem skipta svo miklu máli til að koma fleiri verkefnum af stað. Við höfum verið að hitta hagaðila innan stjórnsýslunar og annað slíkt til þess að efla þessi mál. Það sem við höfum líka gert innan hos okkur að við settum á laggirnar sérstakt innviðateymi hjá bankanum sem svona þvert á deildir bankans þar sem við erum að reyna að búa til ákveðin hóp sem við náum að byggja upp þekkingu og reynslu á svona þéttan hátt. Þannig að við séum tilbúin að takast á við þessi stóru og mikilvægu verkefni þegar þau koma inn á borð til okkar. Af því að við viljum ekki vera þau sem að missa boltan þegar loksins þessi verkefni koma. Það sem við höfum líka gert að við höfum auðvitað bara lagt aukna áherslu á að styðja okkar stærstu og innviða fyrirtæki og vera ötull fjármögnunaraðili og þjónustuaðili þessara fyrirtækja og það hefur auðvitað bara gengið vel. Þetta auðvitað samkeppnismarkaður en við höfum lagt okkur fram við að efla þetta
og þið sjáu hérna nokkuð dæmi auðvitað okkar snertingar en þau eru mikið fleiri heldur en þetta. Það sem við höfum líka gert að við höfum verið að taka þátt í bara einstaka innviðaverkefnum og það kannski nærtækasta dæmið Ölfusárbrúin. Við erum ótrúlega lukkulega að hafa náð að vera hluti af þeirri fjármögnun í samstarfi við lífeyrissjóði. Þetta var langt og strangt ferli, nokkuð ljóst að það er verið að gera hluti upp og nýtt sem hafa legið lengi í skúfunni, en gríðarlega mikilvægt að okkar mati að öll þessi verkfæri séu svona dregin upp á ný og við erum mjög spennt fyrir frekari uppbyggingu á þessum með þessum hætti. Þetta auðvitað ein stærsta samgöngu framkvæmdin sem hefur verið núna undanfarið misseri, þannig að við erum ótrúlega lukkuleg með að geta verið partur af þessu. Nú, við erum að horfa líka út fyrir landsteinana þegar kemur að innviðamálum. Til þess að efla okkur enn frekar og nýta frekari tækifæri höfum við verið að horfa til þess og tekið þátt í fjármögnun á erlendum innviðaverkefnum. Við höfum verið að gera þetta með þáttöku í sambankalánum, í gegnum stóra erlenda banka og aðra samstarfsaðila, Skandinavíu og í Evrópu. Þetta eru auðvitað eins og þið þekkið, innviðir eru mjög breitt spektrum. Þarna erum við að taka þátt í verkefnum sem eru í samgöngum, stafrænum innviðum, orkuskiptum, orkuinnviðum og svo fátt eitt sé nefnt. Þetta höfum við gert af nokkrum ástæðum. Þetta er auðvitað góður eignaflokkur sem hefur sýnt sig að standast hinn ýmsu áföll þegar kemur að slíku. Það sem þetta hefur hins vegar gert líka fyrir okkur að þetta hefur virkað sem mikill hraðall í því að byggja upp þekkingu og reynslu hjá bankanum þegar kemur að innviðaverkefnum og fjármögnun þeirra, strúktúr, tæknimálum og öðru slíku. Það sem fylgir þessu líka auðvitað að við höfum náð að efla mikið okkar tengslanett og það bara skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli þegar að vera að tala þessi verkefni sem hafa verið minnst á hér í dag, að við séum vel tengd við þá aðila sem eru með hvað mesta reynslu í að strúktúra svona verkefni, að fjármagnaðu hafa komið að hinum ýmsu verkefni sem hafa tekist og ekki tekist, vita hvaða pitfalls ber að varast. Þannig að við höfum klárlega bara strax á þessum skamma tíma notið gríðarlega góðs af því að efla þetta tengslanett okkar. Nú er ég búinn að fara bara með breiðu strókurnar yfir af hverju og hvað við erum að gera til að verða þessi innviðabanki. En þá bara spurning til hvers? Er af nægu að taka? Það er allavega okkar mat og við vitum auðvitað að þetta eru langklaup þessi innviðaverkefni, þá er það okkar mat að það sé klárlega af nægu að taka. Ég lék mér að því daginn að taka svona nokkur af helstu innviðaverkefnum sem að standa okkur fyrir dyrum, teikna þau upp á tímaás og gefa þeim ákveðna kostnaðaráætlun með það sem hefur verið birt opinberlega og aðrar vangaveltur. Þetta er auðvitað ekki mjög vísindaleg nálgun en engu síður, þetta er svona til þess að gefa einhverja hugarlund hvað við værum að horfa til og það er alveg ljóst að ný fjárfesting á innviðamarkaðnum er gríðarleg en þetta eru líka mikil tækifæri. Þetta er auðvitað öfundsverð staða að hafa öll þessi verkefni sem möguleika því að þetta eru mörg hver sem að skapa mikinn þjóðhagslegan ávinning og eru mikilvæg bara fyrir framþróun okkar allra. Nú, svo ef ég svona held servéttu útreikningnum áfram, þá þetta náttúrulega gríðarlega tölur sem að við erum að horfa til. Ef við títtrætt innviðaskuld, ef að hún hort til að tækla hana á næsta áratug, viðhald innviða og svo þessar nýfjárfestingar,
þá erum við að tala kannski hátt í einhverja 300 milljarða á ári sem að við þurfum að tækla og ég held að sé alveg ljóst að svo ég sletti að það þurfi all hands on deck til þess að takast á við þessar fjárfestingar og þarna eru þetta orkuinnviðir bæði mjög stór hluti af þessum tölum en líka auðvitað algjör grunnforsenda fyrir öðrum innviðum af því að við vitum alveg hvernig þetta byggist upp og orkan er auðvitað algjör lykilþáttur í uppbyggingu margra annarra innviða. En því ætla ég að bara skilja við ykkur á þessum nótum að við sem banki höfum sett okkur þessi markmið að styðja við uppbyggingu innviða og ekki síst orkuinnviða hér á landi og við erum tilbúin og erum að bretta upp ermar til þess að vera tilbúin að takast á við þessi verkefni og fjármagna þau með ykkur þannig að á þeim nótum þakka ég fyrir mig. Takk. Já, ég ætla að byrja á því að þakka kærlega fyrir boðið og þetta frábæra og þarfa málþing og fyrir þessi flottu erindi sem að hafa komið hér fram. Ég heiti Anna Bryndís og ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag starfsemi Care Ísland og fá þá líka að tala tækifærin sem að leynast í samspili vinds og vatns. En við hjá Care Ísland þróum og rekum bæði vind- og vatnsaflsvirkjanir á Íslandi og höfum gert það í alveg svolítinn tíma núna þannig að við erum komið með 24 megawatt í uppsett afl. Þetta ger okkur víst að 5. stærsta raforku framleiðendunum á Íslandi í dag og við erum mjög stolt af því en við viljum vera stærsti einkarekna aðilinn á landinu. Og til þess að ná því erum við með 1000 megawatt í þróun. Svo svona uppáhaldsgrín félagsins sem samt alls ekki grín, þetta staðreynd en við erum með 50% af vindorkumarkaðnum á Íslandi í dag. Af því það eru til heilar 4 vindmyllur starfandi í dag, það eru allar eins og við eigum 2. En svo urðu nokkar eignarhaldsbreytingar hjá okkur fyrir haust þar sem að eigendur í Arctic Hydro sem félagið sem að sér allt vatnsafli okkar gengu inn í eigendahóp Care og fengu þeir þá 100% í Arctic Hydro og þeir hlut í Care. Þannig að Care í dag er ekki lengur félag sem alfarið í franskri einkaeigu, heldur eru líka komnir inn íslenskir eigendur. Svo bað hann Brynjólfur fyrir þennan fund og reyndar okkur öll sem með erindi að ræða hvernig fjárfestar geta tekið þátt. Og máli ekki flóknar en svo að akkurat á þessum tímapunkti þá erum við eini aðilinn sem opinn fyrir slíkri þáttöku. Þannig að ég vona að við komum svona frekar skýrt að þessu. En svo auðvitað þannig að við þurfum gríðarlegar fjárfestingar úr einkageiranum ef okkur alvara markmið Íslands í orkuskiptum og loftslagsmálum. Það bara þannig. Svo aðeins inn á starfsemi móðurfélagsins. Care International með starfsemi víða heiminn í 20 löndum og þau leggja mjög mikla áherslu á framsæknar lausnir. Til dæmis þau með 10% af vindorku í fljótandi vindorku út af hafi sem auðvitað fyrir eitthvað ný tækni af nálinni. En svo svo rosa mikið tækifæri fyrir okkur og verðmæti að vera með eigendur sem hafa verið í vindorku áratugum saman og þekkja tæknina alveg frá A til Ö, hafa gert allt saman. En svo aftur á móti þá erum við eina vatnsafli í þeirra eignasafni þannig að við fáum að deila okkar þekkingu sem að við sem Íslendingar auðvitað höfum ekki. Svo sjáum við þarna kortið sem í miklu uppáhaldi hjá okkur í félaginu af því að það sýnir söguna okkar en líka það sem fram á við. Og af 7 þróunarkostum í vindorku eru sólheimar í Dalabyggð og Hnútasteinn í Norðurþingi sem komnir hvað lengst í umhverfismatsferlinu. Og erum við frekar vongóð að þau munu komast í nýtingaflokk fljótlega. Lárus ekki örugglega taka það niður fyrir Jóhann Pál. Nei, ég ekki einst. Svo í vatnsaflinu erum við með 12 virkjanir í rekstri og þeim Hólsvirkjun sem var gangsett 2020 og Þverárvirkjun gangsett 2023 sem voru alveg byggðar af Arctic Hydro. Og allt á tilsettum tíma og á kostnaðaráætlun sem að mér finnst persónulega voðalega vel gert af Skírni og Benedetto sem hér í salnum. Og ég held ég hafa bara alltaf heyrt af öðru eins í byggingarframkvæmdum, þetta alveg hægt. En svo hafa allar hinar sem í rekstri verið keyptar. Svo erum við með 10 sem kosti í þróun og af þeim fer Ásgrímsvirkjun núna í framkvæmdir á næsta ári. Svo það mitt háblær, það eru vindmyllarnar okkar 2 í Þykkvabænum sem við höfum lært mjög margt og mjög skemmtilegt af.
En við tökum við þessu verkefni eftir því mjög smá sorgarsögu þar sem að gömlu vindmyllunar þær biluðu og þurftu því mjög að taka þær niður og það var reyndar annað félag sem var með það, þannig að við komum inn með Arionbanka, látum taka þær niður og látum endurvinna þær og setjum svo upp 2 nýjar. Og það alveg sumir sem að koma til okkar að spurja hvort að það sé yfir höfuð hægt að láta endurvinna vindmyllur eða hvort það sé ekki of dýrt. En máli ekki flóknar en svo að það ekkert mál að láta endurvinna vindmyllur. Plús það að nettukostnaðurinn var nánast engin af því að verðmætin í efnunum í vindmyllunum það mikil að það vegur á móti kostnaði. Svo það annað sem við lærum í þessu verkefni og það mikill vindur á Íslandi og nýtingarhlutfallið mjög hátt og mun hærra en það annars staðar í heiminum. Það var nefnilega prófessor á opnum fundi daginn sem vildi halda því fram að vera með vindmyllu væri eins og að kaupa sér bíl sem færi bara á stað í 4 skipti á hverjum 10 af því að nýtingarhlutfallið 40%. Og sko, þetta 66% í vatnsafli en allt í lagi, en þykkvabæðisvindmyllurnar okkar, það gangandi 97% af tímanum yfir árið og 98,3% yfir veturinn. Nýtingarhlutfallið 40%, getur enda verið hærra 45% af stærri vindmyllum á landinu, en það mælir allt annað. Það mælir hversu marga klukkutíma á árinu þær að ganga á hámarksafli vindmyllanna. Svo sagt, hversu marga klukkutíma þið væru að keyra nýja bílinn ykkar á hámarksafli bílsins. Þannig að orkugeirinn, hann flókinn og hann tæknilegur, en það mikilvægt að átta sig á þessum hugtökum ef maður ætlar að taka þátt. En svo annað sem við lögðum mikla áherslu á í þessu verkefni og það samráð við sveitarfélag og íbúa, enda það langt mikilvægast í orkugeirinn. En það gekk nú bara svo vel að barnabörnin á einum bænum byrjuðu að kalla vindmyllunar Blíðu og Blæ. Þannig að þær heita í dag Blíða og Blær. Og svo báðu íbúar okkur á seinasta íbúafundi að lýsa upp vindmyllunar við ákveðin tilefni. Og við letum gervigreindina að gera greiningu á þessu hjá okkur og við svona, ég ætla að segja 95% viss að við séum fyrst í heiminum til þess að gera þetta með þessum hætti. En þannig að á kartöfluhátíðinni núna í haust þá voru þær upplýstar í rauðu ljósi alveg eins og Þykkvabæjarkirkjan. Þið fá líka að sjá fleiri myndir á ljósasýningu á seinustu glærunni. En ég samt haldið því til haga, þetta bara gert tímabindi í hvert skiptið og auðvitað í samstarfi við sveitarfélagið. En áður en ég fer í vatnsaflið þá vil ég samt segja ykkur eitt. Vindorka á Íslandi í dag langhagkvæmasti orkukosturinn og hún eini orkukosturinn sem mun ná að halda aftur á þeim raforkuverðshækkunum sem eru framöndan. En starfsemi Arctic Hydro, hún í raun algjörlega hönnuð fyrir almennan markað, sem þýðir þá að vatnsaflsvirkjanir okkar geta keyrt í takt við eftirspurn. Svo þetta líka allt litlar virkjanir, þannig að það skapa raforkuöryggi á hverju svæði fyrir sig og líka hjálpa til með að lækka kerfiskostnað á hverju svæði. Svo erum við með 10 kosti í þróun, af þeim 8 sem falla ekki undir rammaáætlun og undir 10 megawatt og samsvara þessi 8 verkefni þreföldun okkar núverandi eignasafni. Svo líka 8 kostir í þróun sem eins konar miðlunarrýmd, reyndar nokkar af núverandi verkefni okkar líka með eins konar miðlunarrýmd, sem þýðir þá að það geti miðla milli daga, vikna eða mánaða. Og það akkúrat þessi miðlunarrýmd hjá Arctic Hydro sem skapar tækifærin í samspili vinds og vatns. Og það út af því að vindorkan, sem auðvitað mest á veturna þegar minnst í lónum, hún getur hlupið í skarði, þá getum við látið fylla í lónin og þá nota vatnsorkuna þegar hennar mest þörf. En á sama tíma hjálpar vatnsafl okkur í vindorkunni með jöfnunarorku, sem mjög gott fyrir okkur, við viljum vera algjörlega sjálfstæð hvað það var. Svo langar mig eftir að koma inn á að vera hönnu fyrir almennan markað og mikilvægi þess, af því að það sem við gerum í Arctic Hydro í dag að við seljum vatnsorkuna á hærra verði í daginn og læra það yfir nóttina. Takt eftirspurn alveg eins og það á að vera. Þannig gerist þetta ekki við langmestu raforkuna sem seldi til almenns markaðar í dag, af því að það sem gerist að hún seld af framleiðanda til söluaðila með við sama megavatti yfir allan daginn. Þótt svo við, almennur og notandi, notum hana svo eða ekki. Þannig auðvitað þarf söluaðila að leggja óhana verði sem fer til okkur, almenns notanda, af því að hann getur ekki selt raforku sem við kaupum ekki og notum ekki. Þannig það akkúrat þess vegna sem aðalar eins og Arctic Hydro, Hásorka og aðrir og raforkumarkaðir eins og Elma og Vonaskarð að gjörbreyta þessu landslægi og þar með þetta auka samkeppni og gagnsæi á þessu markaði. Ég held ég þurfi ekki að útskýra fyrir hópnum hér í dag af hverju það mjög mikilvægt. En svo eitt stutt og löglegt hér í lokin, þarna sjáum við á að vera dökkblátt en grátt hér.
varanlegt fótspor Blöndulóns sem lón Blönduvirkjunar sem 150 megawatt sem svo borið saman við varanlegt fótspor Sólheima sem okkar vindorkuverkefni og 209 megawatt. Og þetta kemur mjög mörgum á óvart hvað varanlegt fótspor vindorku í rauninni rosalega lítið. Svo líka hægt að nota þetta landi í kring í alls konar landnotkun eins og landbúnað eða að vera með hross og beit. Takk hella fyrir að hlusta.